tíða hækka verð reyna hringilegur bíl engin bíllur ég allt og fullur fjóra ég vil það væri Uber Montrasar á hjólum eða fyllibittur á hoppi. Bara hafið og þessi fallegi bátur sem flytur okkur örugglega heim. Góðir farþegar, í miður skipið vélamanna. Óvíst hvað við þurfum að vera hér lengi. Gæti verið lengi. Svo kramdist óvart ein rauð Mazda undir bílalyftunni. Skrifast á mig, Ragnir, aðeins í takkan. Sorry með það. Þannig að þegar að bæði stóri vísirinn og litli vísir eru að 12, þá kemur þú inn. Bæjarstjórinn er búinn að ákveða það. Hún er náttúrulega ekki með úr. Já, þú meinar. Ok, en þegar að kemur myrkur, þegar allt er svona, sér ekki neitt, þá þú inn. Dimmt, úti. Dimmt. Ekki úti. Koma inn. Fá þá fisk. Og mjólk. Æ, þið úti veist að tími katta meika náttúrulega engar sens. Nei. Verðum við ekki bara að taka sénsinn á þessu? Varstu ekki búin að heyra hvað kom fyrir skottu á Greinuvöllum? Nei. Hún er ennþá í gæsluvarðhaldi og hún er með réttarstöðu sakbornings. Ég trúi það ekki. Jú. Vesalingskotturinn. Já. Ég heiti Dagur og ég er 50 ára læknir og borgarstjóri. Mér finnst ótrúlega gaman að lofa hlutum. Það stendur ekki alltaf við þá, en fólk kýs mig alltaf aftur og aftur. Ég er algjört ís. Ég heiti Hildur og ég er orðin þreytt á því að vera í farþegasætinu. Mér finnst gaman að vera kosin, en ég nenni samt ekki alltaf að mæta. Ég er kannski smá eins og leikskólapláss. Læt bíða eftir mér. Nýr dagur þýðir nýtt drama í borginni. Hvar er Hildur? Hún mætir aldrei. Ertu í alvörinu búin að lofa öll börn eldri en 12 mánaða að fá leikskólapláss? Sko, leyfðu mér að útskýra. Sagður það eða sagður það ekki? Já, sólin skín ekki á Ráðhúsið í Reykjavík í dag, ekki frekar en fyrir daginn, þetta skíta árið, eða hvað? This week, a hot new bombshell enters the villa. Settu mig í stokk hvað hann er flottur. Legðu mig í nefnd og sundabrautaði yfir mella. Það er að myndast vassmýri í buxunum mínum. Ég heiti Einar og ég vil hafa samstarfsfólkið mitt eins og flugvöllin. Nálægt mér. Er ekki allir til í breytingar? Hvað meina ég með breytingar? Bara breytingar. Lofa breytingum, ég meina, maður þarf ekki að segja neitt meira. Þýðir ekki neitt, sko, en fólk elskar það. Ég vel Dag. Einar, hverju viltu breyta? Ekki þér. Takk fyrir kvöldi. Viltu kannski kíkja inn? Ég til í að sko. Sæll og blessaður. Við erum
Myndu að horfa á helvítiðan Gísla Martein? Viljið ekki setjast hjá okkur? Æ, ég býsast að það með pappa. Þú veist, ég hef ekki efna á útborgun í íbúð og leigumarkaðurinn er. Nei, það er ótrúlega skilinlegt, sko. Förum bara í herbergi. Nei, ekki þetta herbergi. Þetta er Airbnb. Komdu hérna. Róleg, þú sagðist alltaf hægt á Tinder af því allir voru ógeð það. Þú sagðist ekki að vera heima í kvöld. Æ, sorry, þetta er Andri bróðir minn. Hann sagðist ekki að vera heima í kvöld. Deilurðu herbergi með bróður þínum? Já, ég var að fara að kaupa mér íbúð þegar seðlabankastjóri lækkaði hámark veðsendingarhlutfalls fasteignalána fyrir fyrstu kaupendur og sagði fólki að búa lengur hjá foreldrum sínum. Þetta make sense. Mamma, má ég fá pening í bíó? Æ, Áttu börn? já, 3 börn. Þú þarft ekki á ákvörði því. Þau eru næst herbergi með pappa sínum. Þú veist, það er pappa Helgi. Pappa sínum býr fyrirverandi? Já, hörður, blessaður. Fyrirverandi og ekki fyrirverandi? Sko, seðlabankastjóri stakk upp að fólk prófaði svona pólísambönd. Þú veist, eins og svo mikið í tísku núna. Þú veist, það er bara miklu auðvitað að safna fyrir útborgun ef það eru fleiri sambandinu. Já, henni gengur samt miklu betur en mér í þessu pólísambandi. Svona pínulega. Æ, já, það búið nokkru erlendi verkamenn hérna. Þetta var fantaskápur. Já, þetta er svona ásamþygt húsnæði. Æ. Ég var að airfrya bacon. Nóg fyrir alla. Komið þið. Hvað? Gleymdi pokanum. Gleymir honum alltaf. Já, ég veit ástu mín. Já, þetta reddast. Ég með þessu. Þú verður að gera betur, mamma. Herðu, afsakið eru þið með poka? Þú veist, það er langt best ef þú kemur bara með fjölnóta poka sjálf, sko. Já, ég veit það, en eru þið ekki með poka? Jú, þarna. Akkur eru þið svona langt í burtu? Svo þú skammist þín. Þið með hætta núna, ég er búin að ná þessu. Þeir eru bara 2, sko. Þeir eru bara 2. So, under reasons for seeking asylum, you write homosexual. Yes. Maybe you didn't know this, but there is no shortage of gay people here in Iceland. We have Páll Óskar, Felix, Bergþór og Albert, Jagvan... Nei, reyndar ekki. No. In my home country, LGBTQ people are persecuted because of who they are. Yeah, heard that one before. But tell me, if you are really gay, can you prove it? Well, I am living with a man. Anybody can live with a man. That doesn't mean you're gay. Tell me, what do you feel when you see these pictures? Your feelings? I don't know. I don't see what this has to do with my application. Síðan sé ég bara hérna á Facebook síðan þess að hann ekki að læka neitt sem er sérstaklega homalegt. Það er ekkert hérna með Eurovision eða neitt. Þú ert í slæmum málum, kallið minn. Okay. Do you want to kiss me? Absolutely not.
Grunaði ekki Gvend. Náðum honum. Nice try. Googlaðu frekar mörg einkenni þig hrjá. Ekki koma til okkar, við erum allt of fá. Kæru landsmenn, heilbrigðiskerfið okkar er virkilega fjársvelt svo það væri mjög næs ef þið myndu bara ekkert notfæra ykkur það. Opið beinbrot, þú mátt prófa. Bíða bara heima, það mun einhvern tímann gróa. Please, læknaðu þig heima. Heilbrigðiskerfið. Krakkar, ég er svo stolt af ykkur. Það er rosalega flott hjá okkur skólablaðið. Herðu, stöðið tímar hérna. Við þurfum að fá Anitu, Sölku og Gretu í yfirheyrslu. Ha? Akkur? Það skrifuðu grein í skólablaðið, ekki satt? Jú, öll börnin fengu það verkefni að skrifa eitthvað sem hefur verið í fréttunum. Og það er ákveðið að skrifa Samherja, ekki satt? Jú, þær eru mjög metnaðarfullar. Komið krakkar, gefðu ykkur fram. Við þurfum að fá okkur norður í yfirheyrslur. Og við viljum fá að vita hverjir heimildarmennir ykkar eru. Er ekki lögvarinn réttu blaðamanna að gefa ekki upp heimildarmenn sína? Við lærðum daginn að gagnrýnin blaðamannska var einn af hornsteinum lýðræðisins. Einmitt, og núna eru þið sakborningar. Stjórnstöð hérna er langt í ykkur. Af hverju? Það er bara fullt af málum hérna sem enginn er að sinna. Ofbeldi, peningaþvottur og svo kettir sem eiga ekki að vera út. Já, það verður bara að bíða. Þetta er ógeðslega mikilvægt. Þið læri vonandi eitthvað af þessu og hættið þið svo að skrifa eitthvað sem er óþægilegt fyrir marga. Sérstaklega fyrir fólk á Norðurlandi! En þetta er bara skólablað. Af hverju er lögreglan svona augljóslega að ganga erinda auðmanna? Já, einmitt! Það er fjölmiðlafrelsi, tjáningarfrelsi og lýðræði í þessu landi. Róið ykkur, við erum bara í vinnunni og svo massa pressa á okkur. Þið getið ekki þakkað niður í okkur. Ó, jú, víst. Á, þetta er vond! Já, það á að vera vond að hjóla í Samherja. Haltu kjafti, Depill. Farðu ekkert helviti símtal. Það eru mannréttindi og þú ert köttur. Simmi vil á lausu. Er þetta frétt? Athafnamaðurinn Sigmar Vilhjálmsson er á lausu eftir að upp úr sambandi hans og dönsku þokkagyðunnar Júlíu Kristjánsens slitnaði. Svo? Hvað var það mig það? Sko, það er enginn að neyða þig til þess að skoða þetta. Viltu ekki koma að borða? Svo er búið að taka myndir á Instagram síðan og setja inn í fréttina. Eða fréttina. Akkur ætti ég að vilja sjá það. Mér gæti ekki vera meira sama. Gummi Kíró. Hver í andskotanum er það? Gummi Kíró segir gleraugun ekki af AliExpress. Hver var að segja það? Hvað gleraugun? Ég veit það ekki. Hver les þetta? Hefur fólk í alvöru ekkert mikilvægara að hugsa? Tanja Ír stendur á tímamótum. Athafnakonan og áhrifavaldurinn hefur ákveðið að hætta með fyrirtæki sitt sem selur gervi augnhár. Verður að hætta að klikka á þessar fréttir. Förum að sofa, ástin mín. Mér langar ekkert að vita þetta fólk. Hver hefur áhuga á þessu? Hilmi Snær skilinn. Hverjum er ekki drullu sama? Hvað sagðirðu? Hilmi Snær, hann að leikarinn. Mér er skítsama. Kottu með símann. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ég dansaði eins og við hann í 15 sekúndur fyrir 20 árum síðan á kaffibarnum. Ég gleymi því aldrei. Þetta er það sem ég kalla frétt. Já, hann er til sölu þessi. Frábær hestur. Viljugur og mjúkur á töltinu. Já, fínt. Við tökum hann. Ertu alveg viss með þetta, ástin? Já, við verðum að gera eitthvað. Verðum að kenna þessu fólki lexíu. Hvað er það að fara að nota hann í? Er þetta útreðar eða eru þið keppnisfólk? Nei, það er ekkert svoleiðis. Já, sko, hún vill endilega, reisa svona níðstöng. Ha? Já, sem sagt, svona stöng með hesti á. Eða sem sagt, hausnum á. Við þyrftum náttúrulega taka hausinn af skrokknum og setja hann á svona stöng. Er það að fara að saga hausinn af hestinum?
Já. Ættum kannski að hringja í þetta fólk. Akkur gerum við það ekki? Hringjum bara í Nei. þetta fólk. Þú segjum bara, okkur finnst þetta mjög pirrandi. Nei, við verðum að senda þessu úrkynjaða vúdúpakki skilaboð á tungumáli sem þau skilja. Ég er ekki að fara að láta ykkur fá hestinn ef þið ætla að afhöfða hann bara til að senda ykkur creepy skilaboð. Þetta eru bara einu skilaboðin sem að þau munu skilja. Annars bara halda þessi skrípalæti áfram þarna út í sveit. Þetta er rosalega pirrandi. Þau eru þarna allsber fróandi sér kvipin og kvappin. Dekkandi eitthvað svona dularfullar jurtir og spilandi á bongótrommur og ekki í takt. Þú veist, þú veist, geta þau ekki verið í takt? Þannig að bara þessi er bara mjög góður. Þau eru reyndar bara hausinn. Fáum við þá afslátt eða? Hugsa þér, allir geta bara valið það sem þeir vilja. Ég elska mathöll. Ég er nú meira fyrir svona heimilismat. Frá þeim sömu og færð okkur Veru mathöll, B29 mathöll, Hlemm mathöll, mathöllin á Höfða. Jón, kemur þú ekki með okkur í lönns á eftir? Við ætlum í nýju mathöllina sem var opnað niður í bæ. Önnur mathöll. Og þeim sem færð okkur Granda mathöll, Hveragerði mathöll, Selfoss mathöll, Gallerí Hafnatorg mathöll og mathöllina sem var að opna í gamla pósthúsinu. Hörru, hvað er eiginlega í gangi hérna? Það að breyta þessari hæð í mathöll. Líka hérna? Ég mæli með Acai-skálinni. Get ég aðstoð? Gunnar, hvað er í gangi? Ég opnaði mathöll heima hjá okkur, núna þurfum við aldrei að ákveða hvað er í matinn. Ég mæli með smassborgara, með chili og júsumæju. Þær eru allstaðar. Og þegar þú hélst þú værir óhulltur. Do you have kjötsúpa? Are you sure this is the right place? Yeah, this is Jón Mathöll. It's got great reviews on TripAdvisor. Jón Mathöll. Maybe it's not open. Af Mathöll ertu kominn. Að Mathöll skaltu aftur verða. Sýnd í næstu Mathöll. Vá, ég er svo þreytt. Ég er búin að vera að berjast svo mikið fyrir betra samfélagi á Twitter í vikunni. Ég tengi svo hart, Agnes. Vitið það, ég er búin að vera á milljón að gera heimina betri stað með því að posta á Twitter. Ég postaði skrýnstitt á Twitter af frekar problematískum status sem að samstarfskona mín hafði skrifað fyrir 3 árum síðan og nú eru allir að deila því. Sá það, blokka hann alls þar. Ég líka. Býtu... Wow. Af hverju ég allir nú búin að missa fullt af followers? Hvað gerðist eiginlega? Það er kannski út af mér. Ég bara frétti og hefði frá bíómynd með mjög tóxískum boðskap og ég bara varð að segja frá því á Twitter. Hvaða mynd? Af hverju talar ekki bara beint um mig? Ég er að reyna að breyta samfélaginu, Einar, ekki bara þér. Þú ert svo hugrökk. Já. Ég ætla að læka og unfollowa. Mig? Ok. Herri, ég er nú með mynd af þér hérna í japanskum kimono á öskudaginn. Menningarlegt arðrán. Það var árið 2002? Ég var 12 ára? Búin að posta. Nei! Vá, sjúkt, Signý. What? Það búið að henda mér út á Twitter. Hver reportaði mig eiginlega? Þér var nær. Þú lækaði kommenti á posti hjá mannesku sem lækaði einu svona vídeo sem promótaði mjög eitraða karlmennsku. Gummi. Fuck! Ég er batteríslaus. Ég verð að fara heim og hlaða símann minn svo ég geti haldið áfram að berast fyrir réttlætari heimi á Twitter. Og það var ógeðslega gaman að hitta svona Twitter-fólk í raunheimum. Við verðum að gera þetta oftar. Já, geggjaða twittingu. Já. Banka útsala aldarinnar. Hæ, ég heiti Bjarni Ben og ég er með tilboð sem hefur ekki sést síðan fyrir hrun, eða svokallar hrun. Við erum að selja Íslandsbanka og við viljum að þú kaupir hann.
ef þú ert fagfjárfestir. Please, takk það. Það er ekki lengur Íslandsbanki, þetta er þú banki. Nice price fyrir þig, vinur minn. Þú getur fengið 5 krónur afslátt á hvern hlut og selt strax á morgun með fullt af hagnaði. Taktu snúninga Íslandsbanka strax í kvöld. Ekki tala við mig, ég vil ekki vita hverjir kaupa. Já, ég vil ekki vita. Ég ræð hverjir í bankasýslunni og þeir ráða sér sjálfir. Þú getur bara keypt þann daginn flugvél, gefið út að borða og þeir fá síðan 700 milljónir fyrir að hringi pappa fagfjárfesta. Taktu þátt í brjáluðustu bankabombu síðan fyrir hrun. Kauptu núna, síðasti séns. Við ætlum að slátra bankasýslunni. Kauptu núna. Þessi auglýsing er eingöngu ætluð lífeyrissjóðum og handböndum fagfjárfestum sem að bankasýslan hefur sérstaklega samband við. Ekki er horft til hvort einstakir kaupendur hafa leikið hlutverk í bankarnir og fengið umfangsmiklar afskriftir sætir rannsókn vegna fjármálamisferlis. Pabbi, má ég fá vítað? Já, náðu bara sjálf, vina mín. Pabbi þarf að skrifa tilfinningar sínar í dagbókina til að skilja sjálfan sig. Viltu kakao til að styrkja orkustöðunar? Namaste. Tjekví. Heyrðu, ert þú til í að skutla krökkunum í skólan? Mér langar svo að ná klukkutíma hugleiðslu og ná tengingu við alheiminn áður en ég mæti vinnuna. Já, ekkert mál. En getur þú sótt að ég er að fara að hitta nýja þerapista minn? Fer bara beint eftir nálastunguna. Já. Hvernig er þessi nýji þerapisti? Er það sálfræðingur eða? Nei, ekkert svoleiðis. Bara postar mjög miklum sannleika á Instagram. Já, æði. Heyrðu, ég fer svo bara beint heim þegar ég er búinn hjá heilaranum og fer svo beint í sjósund á eftir. Á ég að kaupa eitthvað í kvöldmatinn eða? Nei, ég er að fasta til að hreinsa kerfið. En svo er foreldrafundur á morgun. Já, æði. Klukk hvað? 3. Ég kem bara beint eftir dáleiðsluna sem ég fer í til að sættast við æsku mína. Jú, ég ætti svo sem að ná því. Ég bara verð vonandi komin niður að sveppadrippinu sem ég ætlaði í til þess að komast úr egóinu. Vá! Sérðu þetta? Ég er alveg rólegur. Ég líka. Vá, hvað þessi sjálfsvinna er að skila sér. Þriðið upp eftir þig. Geðhvörf, þunglynd eða Alzheimer, dílaðu við það heima hjá þér. Sama hvað amar að, nenniði bara please að ekki leita ykkur hjálpar. Lífsnauðsynlega aðgerð, þú lætur þig dreyma. Af hverju ekki bara prófa að skera þig sjálfur heima? Heilbrigðiskerfið. Shit, þetta er bara red flag. Já, þetta er búið að vera bara rosalega erfitt. Hann hafði aldrei látið svona áður. Og nú er hann bara alltaf hangandi út allt fyrir utan heimili mitt. Þessi maður systriðinnar. Ha? Mágur þinn, þetta er maður systriðinnar. Mágur? Ég er að tala um máv. Ha? Með þegar vaffi. Máfur? Já. Ertu að tala um fugl? Já. Ég tala um hennar ógeðslega fugl. Hann er bara allstaðar núna, bara út allt. Veistu hvað það var næs að búa í Garðabæ áður en þau komu? Herðu, ég held þetta flokkist ekki sem ofbeldi fyrst þú verðst að tala um fugl. Hann vekja mann á hverjum einasta morgni með hljóðum sem fara alveg kvakk, 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 ha! Skeita líka Tesluna mína. Skrimsli. Ok, já, hljómar eins og algjör dykk. Já, einmitt. Algjör dykk. Þeir sem eru hlynntir frumvarpi til laga fiskveiðistjórnun réttið upp hönd. Fyrirgefið þig. Ég er hættur við þetta frumvarp. Er þá háttvirtur sjávarútvegsráðherra hættur við að leggja fram þetta umdeilda frumvarp sem mun gera bara fáum kleift að eignast nær allan fiskikvótann? Ég var bara að fatta hvað þetta er fáránlega ósanngjarnt. Fiskurinn við Íslandsstrendur verður að vera áfram í þjóðareign. Hjúkjætt, þeir voru næstum að gefa allan fiskinn okkar að hugsa sér. Vá, hvað þetta er girnilegt. Hollur og góð matur er náttúrulega lykillinn að góðri heilsu. Þannig að það er 3 rétta frá til alla daga fyrir alla sjúklinga. Jæja, þú mátt fara heim núna. Einmitt. Þessi stuttu vinnudagar, ég get varið þeimur meiri tíma með börnunum mínum og kem endurnærður á næstu vakt. Ég held bara að ég sé læknuð.
Takk kærlega. Óþarf að þakka okkur. Við fáum svo ógæðslega vel borgað. Þá erum við bara að lækna alla. Hæ. Gaman að sjá þig. Fyrirgefðu hvað þau eru segin. Ég var í sálfræðitíma sem við gefins hjá Íslenska ríkinu. Þannig að mér líður vel og geti verið til staðar. Voruð þið búin að heyra? Það er búið að kolefnisjafna allt landið og endurheimta votlendið og nú ætla Íslenska ríkið bara að gefa okkur pening. Sigga Bindins? Hæ! Já, Sigga syngur alltaf á göngunum á þriðjudögum. Frumvarp hæstvirts ráðherra Jóns Hjaltalín frjálst framsal þar með orðið að lögum. Ég trú ekki að við gefum fiskinn okkur. Fyrirgefðu hvað þau eru segin. Það var alveg hræðileg traffík og svo búið að færa Hagaskólann og Hvammstanga út af Myglu. Já, ég með krakka vinnu í dag líka. Bara klóagröður í sandkassanum og leikskólanum og það eitthvað kastala úr kúk og túrdöfum því ég sót hann. En langt í hann á komist í þessar lífsnauðsynlegu aðgerð, þannig að losna úr dáinu. 2-3 ára alltaf að næta, sko. Mamma, hún er að reyna að segja eitthvað. Ekki vekja mig. Þetta er ekki flókið, en þetta reynist mjög mörgum erfitt. Hver er næstur Jón? Má bjóða þér að prófa að biðjast afsökunar á því sem þú gerðir? Ég biðst afsökunar ef ég hef farið yfir mörk. Mér finnst það leiðilegt, en þetta var náttúrulega augljóst. Nei, ekki en. Sama hvað, ekki segja en. Þú mátt fá þér sæti, Jón. Sko, þið þurfum bara að bera ábyrgð en sleppa öllum útúrsnúningum og réttlætingum. Má ég? Já, gjörðu svo vel. Ef einhverjum sárnaði eða misskildi það sem ég sagði, þá vil ég bara biðjast afsökunar ef viðkomandi hefur tekið þessu þannig, sko. En fórnarlambið í þessu máli er enga sviði ég. Það er alveg pottþétt. Ok, þú ert ekki að bera neina ábyrgð. Bara sestu niður. Þið eru ekki að ná þessu. Já, Sigga mín, gjörðu svo vel. Já, fyrirgefðu að ég sé að trufla. Afsaki mig, misskildi kalla. Ég vil nú bara byrja á því að afsaka þennan óskup ómerkilega samtíning. Þetta var nú bara eitthvað sem ég hendi í hrærivelina í morgun. Þið verða að afsaka þetta ótrúlega ómerkilegt. Þetta er virkilega gott, Sigga mín, en þú þarft ekki að biðjast afsökunar á öllu. Fyrirgefðu, ég klúðra öllu. Er ég að tala allt of mikið? Það er nú ekki í fyrsta skipti. Ég get verið svo leiðinleg. Greyið þig að þurfa að hlusta á röflið í mér. Takk, Sigga mín, takk. Vilja ykkur fleiri pröfa? Hver vill? Þetta er virkilega flott. Mjög einlægt. Nei, ég meina, við verðum bara að koma í veg fyrir frekari verðhækkanir. Já, bara ef ég færi ykkur á konur kannski þá ætti að... Já, er ég ekki pælt í því? Býtu, fyrirgeðu, af hverju ertu með þetta í andlitinu? Takk þetta af þér. Ég er bara smá slappur, ég vil ekki smita neitt. COVID er búið, sko. Það er alveg ár síðan. Takk þetta ógeð af þér. Shit, hvað þetta er pirrandi. Viltu ekki bara læsa okkur inni með fjölskyldum okkar líka í 14 daga og tróða löngum eyrnapinnum upp í nefið á okkur? Og sprauta okkur með einhverju söfli og bara banna okkur að fara í sund og neyða okkur til að vera heima með Helga. Sko, ég er að fá áfallastreitur öskun hérna. Sorry, ég bara smáveikur, ég vildi ekki taka neitt séns. Nei, það er bara drullu sama! Þetta var mest pirrandi mínúta lífs míns. Oj! Af hverju gerur svona? Búin að gleyma. Var að fá laun að sadilinn mín. Það er ekki hægt að lifa af þessum launum. Ég veit það. Þetta eru skítalaun. Þú veist, ég næ ekki endum saman. Ekki hafa áhyggjur.
Á Íslandi eru sem betur fer verkalýðsfélög sem standa saman svo að láglaunafólk fái betri kjör í kjarasamningum. Sjáu þið bara. Ég rúlla sóló, fólk að ber út um í ró. Ég komi með no-no, stétta bara allt í slow-mo. Ég brenni brýr, sú eina sem skýr. Ef þeir vilja bíf, þá set ég það á ból. Ég hef enga þolinmæði en rosa mikið þol. Ég skal taka slæginu, reigana eina stoð. Tala fyrir fólki, mæti ekki koktelboð. Bitchi, skelli bara í lás. Auðvaldið og elitan, þau munu taka rás. Skrifa langar status, öskar þar til ég hás. Að hver þetta ía? Rekk þið bara og ræð einhverja nýja. Hlust ekki á neitt nema verkalýðsins beat. Námskeið í íslensku, that ain't really what you need. Halldór Benjamín og hinir mega éta fucking skít. Sé elitun að tala en ég heyri bara. Hei! Skítaus! Hún er rángstæð! Hvað farð að grenja þetta litlu auðmikið? Við skulum aðeins stoppa hérna. Þú getur ekki sagt þetta. Fyrirgefðu, var þetta mikið? Mér langaði að segja miklu verð. Hvað ertu heimsk? Ertu ekki með heila eða? Gefa á Elínu! Þetta er semst æfingarleikur sem við erum að halda fyrir foreldrana, ekki fyrir börnin. Við erum að æfa okkur fyrir N1 mótið næstu helgi og erum svona að þjálfa foreldrana í að haga sér skikkanlega. Ef þú snertir dóttir minn aftur, þá ríf ég að þið lappirnar. Heyrðu það? Ok, þetta er alltaf réttri leið. Við skulum núna fara í æfingu þar sem að við þurfum að segja eitthvað uppbyggilegt við eitthvað barn sem við eigum ekki. Þannig að allir velja þessi barn sem þeir eiga ekki og gjörðu þið svo vel. Ég veit ekki hvað ég segja við þessa kýðfættu lufsu. Nei. Já, þetta, já. Þarna til dæmis er það bara að hrósa eða bara þegja. Ég er með hérna blöð sem að þið getið notað ef þið vitið ekkert hvað það er að segja. Þá er þetta bara svona litla setningar. Kemur, gengur betur næst. Já. Já, nei, ég ætla bara að þegja. Já, það er bara flott. Þá bara senda jákvæða straum. Af því að þessi rasshaus gaf ekki boltan á dóttur mína. Ertu ekki að fucking djóka? Gefðu boltan, belja þín! Það var ógeðslega gott að taka svona æfingarleik og ég ætla að gera mitt besta á mótinu að vera fyrirmynd. Og ef ykkur gerir varnarmistök? Þá segi ég bara þessum krakka skýta, þessu flotta barni, að skiptir náttúrulega mestu máli að taka þátt og vera með. Þó maður sé auli og aumingi. Nei, hei! Vá, þetta var magnaður leikur. Geggjað mónolog, takk. Þú mátt vera algjörlega viss um að við munum hringja í þig, en þú mátt standa upp núna. Takk fyrir. Ha? Pröfan er búinn. Þú mátt hætta að leika, mátt standa upp úr hjólastólnum og labba út. Takk sæng þína og gakk. Varst ekki búinn með monologinn annars? Jú, en þetta er náttúrulega stóllinn minn, ég fer ekkert án hans. Býtu, en varst ekki að leika að þú værir fallaður, eða? Nei. Ókei. Ég var algjörlega handvissum á að væri að leika. Já, ég var náttúrulega að leika. Þetta var monologur sem er eftir Shakespeare, sem snýst ekkert um það að ég sé í hjólastól. Nei, en, vá, nú er ég bara svolítið ringlaður, sko. Nú er ég ekki lengur viss um að þetta hafi verið vel leiki hjá þér. Af því að þú ert ekki að leika, ég meina, þú ert í hjólastól. Já, ég var að leika. Ég tala náttúrulega ekkert í bundnu máli. Nei, en þegar það kom upp einhverjir svona fallaðir karakterar, þá læt ég nú bara yfirleitt hann Lalla hérna leika þá alla. Hann er ógeðslega góður í því. Sýndu honum smá hérna. Nei, ég var að pissa og kúka í mig og sín. Listleikarans. Það eru líka bara miklu meiri líkur á að maður vinni til verðlauna en maður er að leika eitthvað sem er með fötlun. Þannig að... Sko, síðan þarftu líka að hafa leikaramenntun til þess að leika hérna. Og hann er menntaður leikari eða eitthvað? Alali? Nei, sko,
Lalli ekki með formlega leikaramenntun en svona náttúrutalentar, þeir þurfa það. Það líka vesen því það eru tröppur baksvið svo ógeðslega mikið vesen og dýrt að breyta. Óbóðslega dýrt, sko. Veistu, ég held að ég hafi aldrei á ævinni séð svona flottan mónalóg í pröfu áður. Bara aldrei. Svo var hann ekki einu svona að leika neitt. Loksins eftir mjög langa bið, ný pottþéttplata. Pottþétt flokkur fólksins. Svakalegustu hittara flokksins undanfæri ár á nýrri plötu. Við erum fórnarlömb, þær eru geðveikar. Er það vændi að bjóða koninn er það vændi að konan eignist húsið. Svikar frendi, þrengi þær með veldi. Svikar frendi, þú kemur til mín og ég ætla að haga mér eins og svín. Koma tilboð, 45 kíló, bara fara smotlaust, búm, búm, búm. Stundum mér misboðið, en stundum bara ekki. Ég stend stolt með þér, Tommi, ég stend stolt með þér. Langar að klípa í þig, mátti reyna. Hættu að væla undan mér, mátti reyna. Bara að grína í þér, mátti reyna. Hey, bara reyna. Pottþétt flokkur fólksins. Bara bangerar. Hvað tekur þessi marga lítra? Þessi elska tekur eiginlega 850. Já, ok, vá, er það ekki ógeðslega mikið? Jú, en svo er ég með þennan með tilbúið og það jafnast ekkert við að láta líða úr sér 45 gráða heitum potti með hnélaðan á kantinum. Segir þið. Já, ég er mjög spenntur fyrir þessum, sko. Hvað Jæja, kallið minn. Æ, hvað er í gangi? Þú þarft að koma aðeins með okkur. Afsakið. Þú getur þær að gera, við erum með tökum. Við fengum ábendingum að hér væri eftirlýstur strókufangi. Já, það er alls ekkert ég, sko. Ég er bara að leika áramótasköpunni. Er það að tala gaur við fréttunum? Hann er ekki einu sinni líkur honum. Sorry, kallið minn. Okkur ber skylda til að skoða allar ábendingar. Hver benti á mig? Það var maður á Tesla sem hringdi. Þetta er fáránlegt. Ég er sko í sjokki. Ok, við verðum bara að fara í einhvern annan skets. Er Sigurjón kominn í verðbólgudrögin? Já, Sigurjón. Já. Má kosa? Ok, let's rock and roll! Já, hvað er með þetta? Og hvað kostar þetta svo? 600 krónur? Fyrir eina pullu? Þetta er bara fars í svínahúð. Af hverju þarf þetta að vera svona? Er þetta eitthvað grín? Þetta er bara ónýtt þjóðfélag! Þetta er þér að kenna. Þú tókst hásumynd á tenni. Hvað er þetta? Hver er með þetta helvítis hlaupahjól út allt? Við áttum alltaf í mjög góðu sambandi við krakkan okkar. Þau litu upp til okkar og fannst við alltaf svo sniðug og skemmtileg. Hlustuðu, hlýddu. En nú er mun erfiðara að ná til þeirra. Við höldum að sé út af TikTok. Krakkar, var ekki búin að biðja ykkur að fara út með ruslið? Aron! Elín! Það hefur bara myndast eitthvað kynslóðabil. Það er eins og þau heyri ekki til okkar nema að séu í feedinu þeirra. Já, For You page-inu, For You page-inu. Takkið endilega með ykkur hérna, krakkar. Krakkar, takk. Þannig að við bjugum til aðgang á TikTok og fórum að skoða svona hvað það er sem grípur athygli þeirra, hvaða menn þau eru að skoða. Maður segir mím. Já, og við sem bönnuðum þeim að vera TikTok nema þeim myndu fylgja okkur eða sem followa okkur. Þetta er Aron, pabbi hérna, heyrðu, ég ætla bara að minna það að taka Handklæði. Með á æfinguna eftir. Og við höfum verið að finna svona leiðir til þess að halda athygli. Elín, mundu að fara út með Plútó þegar þú kemur heim úr skólanum. Ég held að þið hafi bara dálítið gaman að þessu. Já, finnist við kannski svolítið cool og sniðug eftir. Já. Vibes. Swag. Einmitt. Cringe. Smá piss á setunni, er gult og blautt. Eftir Aron í Laxakvísl 5.
Ég meina sjáðu bara, nú eru sokkarnir blautir og það er ógeð. Mamma! Hæ, stelpur mínar. Kata Jak hérna í ríkisstjórninni. Ég ætla að segja ykkur frá nokkrum málefnum sem við í VG erum að gefa mjög mikinn afslátt af núna. Bara vá, spennó. Komið aðeins með mér. Fullt af prinsipum sem við vorum einu sinni með en erum að selja mjög ódýrt núna. Heilbrigðiskerfi, þetta er helmingsafsláttur. Málefni flóttafólks, það er nú bara brunaútsala hjá okkur í þeim málaflokki. Og svo eru alls konar svona mannréttindabrot sem fylgja með í kaupbæti. Umhverfismálin. Búm. Við erum bókstaflega bara að gefa. Nennum bara ekkert að pæla í þessu lengur. Og bara alls konar, baráttu þrek og hugsjónir og bara teikt. Við erum ekki að nota neitt að þessu. Ég hlakka til að sjá ykkur, elskur. Bye. Þessar systur eru svo æðislegar. Við kjósum þær. Nei, það er ekki að djóka. Við kjósum Reykjavíkudætur. Við erum feministar, Margrét. Býtu, hvað meinaru? Systur eru 3 konur að syngja lag eftir aðra konu. Reykjavíkudætur eru fleiri konur að syngja lag að taka feðraveldið og kollvarpa því. Turn this around! Turn this around! Sjúklega feminist. Býtu, systur eru hérna að syngja vistarbönd. Veistu hvað vistarböndin eru, Guðjón? Þetta er skandinavískt þrælahald. Það bara gerist ekki feministkar en það. Nú ert þú að koma þess mókur. Það er ekki að djóka aftur. Þið get ekki skemmt alla sketsana sem hann er í. Við fengum ábendingu frá manni í Tesla að hér væri eftirlýstur strókufólk. Ok, halló, þið voruð hérna áðan. Þetta er ekki ég er ekkert líkur hún. Sorry, Kati minn. Hann er með neflokk og drekk. Herðu, sorry, Kati minn. Hvað er það? Kreppinu! Við verðum að gera eitthvað annað. Sjöfissu svínin eitthvað. Róleg. Ráðherran sem skeit upp á bak. Ertu búinn að drulla upp á baki í þessu máli? Sérðu eftir þessu? Ætla labba, fara labba Fullur var að babla, engin afsök, bara labba Já, ég hengi haus, leitað bíl sem er laus Soddan hænu haus, var mér rasistraus Svo ég ætla labba Ég að labba Fólk mun gleyma þessu og mér finnst það mjög gott Á daginn, það er gamall, já, orðið 12 ára eða ekki Daginn. Fyrirgefðu. Ertu að tala við mig? Já. Ég er bara svona kall með hatt, fár sko eldgos. Hvað er þú gamall? Ég er alveg orðinn 40 ára, löngu orðinn gamall kall. Já, 40 ára, ok. Það er gott. Nei, svæðið er nefnilega að loka hérna fyrir börn sem eru yngri en 12 ára. Þetta er löngu erfið leið og gasmengun og krakkar hafa bara ekkert með það að gera að vera að þvælast hérna. Besta við gamla fólkið, fáum bara að skoða gosi í friði án þess að einhverjir pirrandi krakkar með hól sé að trufla okkur. Já, ég er alveg sammála því. En hefurðu séð einhverja krakka hérna? Ég er þetta, betur hver. Er allt í lagi? Á ég að styðja þig? Nei, ekki komið nálægt. Ég er bara með svona veiki sem bara gamalt fólk fær sem lætur mann svona detta. Æ, þú kallar á okkur ef við getum aðstoðað. Við erum hérna til að hjálpa. Takk fyrir að standa á vaktina, herra Bregard og Sveitakall. Já. Ég ætla að athuga hvort ég sjá einhverja krakka hérna á þvælingi. Já, við sem sagt stofnuðum þetta félag af því að við vorum orðinir svo margir sem var búið að cancela. Og það er margir sem eru líka bara handvissir að þeir séu næstir. Og við hittumst hérna, reynum að hafa gaman, gefum hver öðrum ráð og reynum líka svona sína stuðning. Blessaðar hafðu engar áhyggjur af þessu, sko. Ég fór bara til Tene í 6 mánuði eftir að mér var cancelerað. Nú er ég komin aftur í stjórn. Og ég á meira að segja tilnefndur til verðlauna á dögunum. Já, þetta er alls ekkert svo slæmt, sko. Þú veist, fólk er svo fljótt að gleyma. Þú veist, ég er aftur komið með eigin þátt og nýbúinn að gefa út plötu. Sem betur fer, þá er kerfið og lögin algerlega með okkur í liði. Og kommentakerfið dýrkar okkur. Saklaus sekt er sönnuð. Já? Takk, Gunna. Þið eru svo flottir og góðir strákar.
Það er alveg hræðilegt hvernig dómstóll Gautunar hefur gjörsamlega tekið ykkur af lífi. Einmitt. Geðbilaðir mannorðsmorðingjar. Já, ég bauð þessum yndislegu drengjum heimili mitt fyrir fundi félagsins á meðan þeir bíða eftir að komast í sviðsljósið sem þeir hafa rétt á að vera í. Já, við fylgjumst líka vel með því þegar að Edda Fúlegg er með eitthvað nýtt viðtal eða eitthvað dilgjur á Twitter. Það hljómar eins og narsissisti. Margir oft stressaðir út af því, en þeir sem að verða mest stressaðir, þeir senda henni líka bara skýr skilaboð. En það er líka oft bara mjög gaman hjá okkur. Þeir sem eru cancelled og hafa ekkert að gera í dálítinn tíma, það geta komið hérna og skemmt á kvöldin hjá okkur á meðan. Bara rosalega flotta trúbadóstemning og gítartónlist og allt út í bara klassíska symfóníutónlist, sko. Svo erum við líka með flotta leiðsögumenn sem að fara með okkur í ferðir og svo erum við með uppistandskvöld, þar sem að við fáum tækifæri til þess að segja það sem er í alvörunni fyndið. Hvað er marga feminista til að skrúa inn á ljósaperu? 100! Nei, 2. Eina til að skrúa ljósaperuna, eina til að ekki á meðan. Hvað? Má ekkert lengur? Nei, það má ekkert segja lengur! Virkilega góð stemning hérna hjá okkur. Og nú erum við bara allir að bíða til því að einhverjum sexy kettlingum verði kansilerar fljótlega. Það væri bara mjög fínt að laga aðeins kynja hlutfallið í hópnum. Vá, hvað tönuð. Sjúklega frískleg. Takk maður. Ég fekk svo geggjað gigg. Fór til Grikklands með flóttafólki. Náða frá ströndinu og allt ógeðslega næs. Stjórnstöðina, við vorum að finna mikið á ólöglegum byssum sem að breyttar og mjög hættulegar. Kemst einhver í að rannsaka það? Halló? Ég veit að þetta er ekki draumagiggi en það bendir allt til þess að þær hafi verið keyptar hjá pabba ríkislögreglustjóra. Úps. Æ. En já, heppinn að komast til Grikklands. Já. Samt alltaf langt best að koma heim aftur. Eða þú veist, Ísland er besta land í heimi. Ég veit. Oh my god, þú er svo heppinn. Þá er komið að lokalagi áramótaskaupsins og eins og oft áður er mikil spenna yfir hver flytur lagið. Og okkur langar svo að þið verðið öll glöð. Þannig að við fengum Gallup til að leggja ítarlega könnun fyrir Íslendinga og spurðum hvernig lokalag vill þjóðin heyra. Lokalag áramótaskaupsins 2022 er einungis byggt á niðurstöðum þessa úrtaks. Þetta er sem sagt meðvirkasta lokalag allra tíma. Já, eða tillitsamasta lokalag allra tíma. Allavega í fyrsta skipti sem við getum fullyrt lag sem öll þjóðin mun fíla. Já, Ólafur, og þetta eru spurningarnar sem að Gallup lagði fyrir þjóðina og þá er fyrst að spyrja hvaða tónlistarstíl vildi fólk hafa? Já, hér sjáum við að kjósendur Vinstri grænna eru líklegri en aðrir til að velja diskó. Og kjósendur Miðflokks og Framsóknar, þeir voru hallari undir country. Já, en svo virðist sem kjósendur á landinu öllu þvert á stjórnmálaskoðanir, aldur, kyn og búsetu vilja pop. Já, og eins og við heyrum að þá virðist þeim hafa orðið og ósksinni. Þetta fer svona dálítið í mjálmyndan á manni. Já, svo sannarlega. En skoðum þá hvaða var sem að fólk vildi að yrði sungið Já, við sjáum að fólk vildi aðalega stuð, en þó nokkuð líka pólitíska ádeilu, enganlega upp til sveita. Og fólk á Suðurlandi, það vildi helst að yrði sungið frið og jörð. Já, og í innsveitum sunnanlands vilja menn bara bull. Oh my god, ég var að fatta það að tíminn til að kveikja í, það er allt að byrja á ný. Oh my god, setjum upp blötu hattana, við erum öll að fara út 2023.
í dag ef fólk að veðri myrkruna væri bara vísað burt. Gerum út af við gamla árið, gaslýsum þessa nótt. Smáþjóð með hvínandi hvert hettu sótt. I'm a porno dog. Give it to me.